Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Eitt af því sem hefur verið rætt í pottunum hérna styrki til stjórnmálaflokka í samhengi við fréttir Morgunblaðsins af því að Flokkur fólksins hafi fengið styrki án þess að eiga það rétt á því að í lögum sem að sett voru stjórnmálasamtök segir að til þess að fá styrki að þá þarf að skrá stjórnmálasamtökin sérstaklega. Það er ekki nóg að vera almennt félag eins og sættir. Heldur þarf að setja það á sérstaka skrá hjá ríkisskattstjóra sem stjórnmálasamtök. Til að ræða þetta frá ýmsum liðum hingað komið gott fólk, Björg Eva Erlendsdóttir sem núna framkvæmdastjóri í Landverndar en hér, því að þú komst nú að setningu þessar laga með óbeinum hætti, vannst í nefnd sem að vann að undirbúningi þeirra sem þá varstu framkvæmdastjóri VG, ekki? Jú, það er rétt. Atli Þór Fandal, hann hérna líka verkefnastjóri hjá Háskólanum á Bifröst og ekki neinn höfundur af þessara laga. Nei. Herðu, eigum við ekki bara að byrja á byrjuninni að það eru gerðar breytingar hérna á lögum stjórnmálasamtök? Jú, og það var þessi nefnd sem að ég sat í, ég var meira að segja formaður í nefndinni, þannig að ég er ekki bara höfundur lagana heldur líka einn af skúrkunum sem braut þessi lög, af því að eins og nú komið fram þá eru það 5 flokkar sem hafa ekki alveg uppfyllt þessi skilyrði til fulls, eða semst ekki þessa skráningu. En mér finnst þessi umræða þetta lögbrot mikla vera mjög yfirborðsleg af því að það sem að ástæðan fyrir því að þessi lög voru yfir höfuð sett eða lögum fjárframlög til stjórnmálaflokka var breytt. Það var allt saman til þess að auka gagnsæi, til þess að sýna fram á það í hvað peningarnir fara sem stjórnmálaflokkar eru með og það var svo sem áður líka. Það er eitthvað hvaðir sem að fylgja, það bara fylgir því að þú þarft að skila inn ársreikningnum, það sem þetta er að lesa líklega. Já, það var alveg áður líka og það var eitthvað þarna í þessu sem að sem þurfti að uppfylla og þetta var til þess að auka gagnsæi, þannig að fólk gæti flett upp stjórnmálasamtökum sérstaklega og fundið þær allar upplýsingar, svo þau þurfti ekki að leita þarna með það í kvenfélögum og hestamannafélögum og öllu þessu sem núna gantast mjög mikið með út af Ingu Sæland. En það að stilla þessu þannig upp af því að það sé ekki skráning í rétta skúffu hjá Ríkisendurskoðun þá sé bara búið að stinga af með allan peningin, það er svona frekar mikil einföldun í umræðinni og það eru mjög ríkar kröfur á stjórnmálasamtök að skilin ársreikningum á réttum tíma. Og var áður líka. Þannig að þetta er ekki stór breyting en þetta er bara áframhaldandi verið að vinna því að hafa gagnsæið og upplýsingarnar sem best skráðar öllum formsatriðum fullnægt og að auka gagnsæið og tilkomið að einhverju leiti út af því að þegar að þessi nefnd sem ég var í, hún var nú byrjað á því að fá talsvert mikla hækkun á framlögum úr ríkissjóði til stjórnmálasamtaka og það var gagnrýnt alveg heftarlega og þetta væri nú mikil sjálftaka og það var líka sjálfstæðisflokkurinn sem að gagnrýndi það. Við sósíalistar gagnrýndum líka, talum þetta að vera grunnurinn af elítustjórnmálum sem myndi farnast flokkunum illa og gæti svo sem sagt að þetta væri eitt af því sem hefði komið VG ákaflega illa að peningarnir kæmu allir inn til fórustunar í staðin fyrir að fórustan væri háð grasrótinni. Nei, það var ekkert það í þessum lögum að peningarnir ætti að koma allir inn til fórustunar. Þvert á móti, þarna var alveg verið að mjög mikið að reyna að huga að jafnari dreifingu heldur en hafi verið. Ég held að þú sért núna að... Nei, ég er bara að tala um að þegar peningarnir koma sem ríkisstyrkir, að þá koma þeir og ráðstafa bara viðkomandi fórustu. Á meðan að þegar flokkarnir voru háðir fjáröflun meðal grasrótarinnar, að þá var fórustan háðari grasrótunni. Það var gagnrýni okkar. Það var gagnrýni ykkar en ég er hins vegar... Happadrætti sem að Birna Þórðar var með og eitthvað fleira sem voru alls konar aðferðir til þess að afla fjár. Já, en það sem ég er að tala um er að þessi peningar, að því þá voru framlögin úr ríkissjóði búin að lækka alveg ár frá ári í áraraðir og litlu flokkarnir sérstaklega, þeir voru alltaf bara staurblankir og
En Sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur nú jafnan fengið nokkur ríflega styrki og inn í þessari nefnd var mest talað það hvort að það þyrfti að vera eitthvað lok á því hvað væri hægt að afla mikils fjár frá fyrirtækjum og ég hef alltaf verið frekar á því að það þyrfti að vera eitthvað þak á því og það var reyndar alveg áður en þessi nefnd það var á því þak og síðan var semst spurningin að ákveða þetta þak, ákveða gagnsæið að það sem kæmi frá fyrirtækjum væri uppgefið og skýrt hvaðan það kæmi og að það væri sem sagt ákveða hámark. Líka var nýbreytni í þessum lögum að styrkjónum var skipt þannig að það var ákveðið svona gólf þar sem að var áætlaður kostnaður við að halda skrifstofu sem að bæði litlir og stóri flokkar þurftu, til dæmis til þess að vinna í títtnefndum skráningum, því þetta alveg heilmikil vinna. Við vorum í margar vikur að skrá raunverulega eigendur að svæðisfélögum út all land. Þannig að þetta ekkert eitthvað sem gerist á sjálfu sér. Og algjörlega tilgangsvinna að vera að skrá hver raunverulegur eigandi af félagi VG á Súgandaferði. En það ekki krafa sem að kemur hvorki frá þessari nefnd eða frá neinum hér. Það einhver svona peningaþvættiskrafa en við neyðumst samt sem áður til að uppfylla þær kröfur. Þannig var nú þetta og það var ákveðið þarna að peningarnir sem skiptust það væri gólf og litlu flokkarnir fengju upp að vissu marki og síðan veri hlutfallsskipting eftir það. Og þetta voru nokkuð skiptar skoðanir og Sjálfstæðisflokkurinn hefur talað svona frekar gegn bæðið ekki bara þessu gólfi heldur bara framlögunum yfirleitt úr allt annir átt þá heldur en þú gerir. Að þetta sé bara óeðlilegt að flokkar séu styrktir frá ríkinu. Mér finnst það ekki og mér finnst bara, ég minnst nú eiginlega staðan í Bandaríkjunum sýna það bara mjög vel að þessi óðbáslega nánu tengsl á milli stórfyrirtækja og stjórnmálaafla er mjög hættuleg. Það er nú meginreglan í Evrópu að flokkar fái styrk úr ríkissjóði. Það er svona ýmiss konar fyrirkomulag á því. Þetta eiginlega spurningum að finna skásta formið á það. Og það er eiginlega akkurat það sem þessi nefnd var að reyna að gera. Þetta gólfið sem þú nefndir, núna það þannig að það eru 20 milljónir sem eru dreift fyrst út úr þessum potti til þeirra sem eru með þingflokka. Þannig að það er ekki ávikið við minnstuflokkana og þeir sem eru fá styrki líka en þurfa líka að svara öllu þessu að þeir fá ekki þessar 20 milljónir, svo eru dreift á eftir. Nei, en það byrjar samt, þannig að það byrjar bara hlutfallsskiptingin og hún byrjar frekar hátt með að við í sumum öðrum löndum allavega. Þannig að, en það var alveg rætt það að kannski ætti það bara að vera ennþá herra og flokkar ætti ekki að fá krónu fyrir nema þeir væru komnir inn á þing. Þannig að það voru alls konar sjónarmið í þessu. Ég skoðaði þetta og meginreglan í okkar heimshluta er það að þetta eru, við getum horft á þetta kannski líkt og bara sóknargjöldin. Þetta sé eins og þetta sé fé sem að kjósendurnir eru að ráðstafa og það sé eðlilegt að þeir sem að kjósa litla flokka að þeir ráðstafi fé. Þetta er 2,5% hér. Ég held að sé bara engin mörk í Danmörku og víðar. Nei, þau eru allavega miklu lægri, bæði Danmörku, Noregi og víðar sko. Já, þannig að litið á þetta sem svona hluta af hvatningu til þess að halda upp í svona lýðræðislegu starfi. Ja, það er líka skrifað inn hjá okkur sko, þannig ég er ósammála þér í því að þetta sé allt einhverjir peningar sem eru sko hugsaðir fyrir forystu flokka sem er inn á þingi. Við vorum einmitt að reyna að skrifa inn aðra hluti. Já, það er til dæmis í Þýskalandi að það eru miklu meiri ákvæði sem fylgja þessum útlutunum, að það rennur ekki til flokkana, heldur til einhvers konar svona hugveitna á þeirra vegum eða útgáfu eða eitthvað slíkt. Það er ekki þetta farið til flokksskrifstofunnar, heldur til eitthvað sem hægt er að benda á sem svona grassrót, eða þá svona eitthvað svona hugmyndalegra deglu sem að lýðræðissamfélag þarf á að halda. Herðu, en hvernig horfir þetta við þér, Atli? Sko, ef ég má
Ég svona einhver leyti sammála hver markmiðin voru með þessari vinnu. Ég ætla þó að segja að þetta kerfi þetta ekki gallalaust, en ég má aðeins tala kerfi sem var áður en þessi lög voru sett á, því að það, þú veist, það skiptir svolítið máli ef við áttum okkur á því hvaðan við erum að koma. Áður var kerfi sem var mjög frumstætt þegar koma fjármögnun stjórnmálaflokka. Það var einmitt bingo og eitthvað svona, og það má sjá það í einhverju svona ljóma, en staðan var raunverulega svo að menn þurftu einfallega að seljas bara stuðning sinn, og það dældust peningar inn í suma flokka og ekki bara flokka, heldur beint til stjórnmálamanna. Og árið 2004 ef ég man rétt, gæti hafi 5, þá birtist frétt sem heitir Skuggahagkerfi stjórnmálana, sem birtist í Mannlífi og var skrifið af Helgu Völu og bróðinum, ef ég man rétt. Hann nefndi þetta í gær í umræðinu með þetta mál. Já, og ég meina hún... Það sem voru svona félög í kringum frambjóðendur sem söfnuðu miklu fé. Já, og hún lýsir þessu, og ekki bara félög sem voru í kringum frambjóðendur sem söfnuðu miklu fé. Félög sem var ekki nein yfirsýn yfir, skiluðu ekki ásetningum og bara peningum var dælt beint til stjórnmálamanna, sem miklu meiri áhætta á því að einstaka stjórnmálamaður fái 500.000 kall heldur en að stjórnmálaflokkur fái það. Hvað þá 20 milljónir. Og til að fara yfir þetta, á árunum 2002 til 2011, og megin hlutin af þessu fram að hruni, þó að 2011 síðan hinn, þá safnuðu íslenski stjórnmálaflokkar milljarði frá atvinnulífinu. Af því, áður núverandi lög, þar að segja lögin sem þið síðan breyttuð, tóku við, voru 530 milljónar af því órekjanlegt fé. Þannig að við vorum líka í þeim vanda að menn voru bara nánast að gefa brúna bréfpoka. Þannig að þú veist, það sem skiptir rosalega miklu máli í þessar umræðu að ég veit að það rosalega gaman að vera reiður út í flokk fólksins. Það eru pólitískar ástæður fyrir því að allir vilja vera það. Það rosalega gaman að núna geta heimta að sjálfstæðisflokkurinn skili fénu. En þú veist, integrity þessa kerfis skiptir gríðarlega miklu máli. Það ekki gallalaust, en við þurfum að færa okkur fram á við en ekki aftur. Svo kemur að þessu kerfi sem var samið, sem að stjórnmálamenni sömdu, og það vekur auðvitað athygli að það ekkert annað fjármögnunarkerfi til á Íslandi sem hefur jafn mikinn skilning á peningaþörf og stjórnmálaflokkana og þörf þeirra á óeyrnamerktu fé og nákvæmlega þetta kerfi. Það þarf að skila rannsóknaráætlunum til þess að fá styrki til grunnrannsókna. Ef þú ert fjölmiðill, þá færðu endurgreiðslu í samræmi við algjörlega skilgreindan kostnað. Þegar þú ert listamaður og ferð á starfslaun, þá eru settar kvaðir á þig, og þeir eru meira að segja þannig að ef þú ert með 6 mánaða starfslaun upp á 500.000 kall eða 600.000 kall í verktöku, þá máttu ekki vera í annarri vinnu. Þetta eru gallarnir sem þarf að laga. Það fylgir þessu kvaðir hvað flokkarnir gera við. Já, bara að við þurfum að fara fram á við. Eitt sem hefur verið vitað mjög lengi þetta kerfi að Ríkisendurskoðun hefur ekki fjármagn, sérstaklega eyrnamerkti að hafa eftirlit með þessu. Það eitt. Það hefur verið vitað heilengi og menn hafa haft mjög lítinn áhuga að breyta því. Þar má ég koma aðeins með smá innskot þarna, vegna þess að það hefur staðið yfir mikið leit hjá í ýmsum pósthólfum að þeim hvatningum frá Ríkisendurskoðun að flokkar skrái sig, og ég held ekki að þeir hafi fundist. Já, og ég veit alveg út af hverju það er. Já, nú ég bara að benda á það. Þú veist, það þú veist, innbyggður galli í það hvernig þetta kerfi var innleitt það að eins og alltaf þegar kemur af ríkisstjórnum með sjálfstæðisflokkinn, þá eitthvað tiltrú á því að þú getur fengið allt fyrir ekki neitt. Þannig að þetta til dæmis eitthvað sem núverandi ríkisstjórn gæti farið að skoða. Eftirlit með þessu kerfi. Það þarf eftirlit til þess að fylgja eftir reglum. Öll umræða það að þessi flokkar þurfa að endurgreiða þessa peninga bara rugl. Það þannig að flokkarnir eiga rétt á þessum peningum samkvæmt lögum starfsemi stjórnmálaflokka og samkvæmt fjárlögum. Það ekki marg ákvæði hvað þú þarft að uppfylla. En eitt af því að þú þarft að skrá félagið sem stjórnmálasamtök og Flokkur fólksins hefur ekki uppfylla. Algjörlega. Myndu þú veita að Flokki fólksins styrka þessu ári? Nei, og þau fá ekki styrk á þessu ári, eða það verður frestun þeirra styrk, af því það eitt sem þarf að hafa í huga. Það ekki þannig að það sé hægt að sleppa því, þú veist, þetta í fjárlögum. Það ekki þannig, það hefur komið margsinnis upp að flokkar uppfylla ekki ykkur skilyrði og það sem hefur gerst frestun.
Það er mjög mikið talað það núna að það eigi að skipta peningum sem ekki úthlutað á milli hinnaflokkana. Þeirra sem að uppfylla skilyrði. Þeirra sem uppfylla skilyrði. Það má alveg túlka lögin þannig. Það er bara búið að túlka lögin þannig núna og ég sá að Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur var meira sem búin að rekna út langt aftur í tíman hvaða flokkar skulduðu hvaða öðrum flokkum hvað. En það er tvennt gott og þetta er endurgreiða. Núna erum við að tala það hvort að þið eru að tala eftirlit. Og nú komið fram að það er eitt flokkur sem uppfyllir ekki skilyrðin á hann að fá úthlutað eða á að taka peningin og geyma til hliðar þangað til hann uppfyllir það eða á bara að taka eins og deila því á alla flokka. Það mun að öllum líkindum vera niðurstaðan að þessi peningur eru geymdur til hliðar þar til að þessi flokkur uppfyllir skilyrðin. Enda líka eru þessi styrkir vegna þess að flokkar eiga að starfa í anda laganna og ég er ekki að gera lítið úr því að þau hafa ekki skráð sér rétt en höfum það í huga að það er 2021 sem að þessum lögum breytt og þetta félaga form stjórnmálaflokkur verður til. Þetta voru félagasamtök. Ok, þannig að þú veist ég átta mig á því að núna vill fólk vera reitt yfir þessu og það er bara mjög skilulegt vegna þess að það er ekki eins og þetta sé ekki fyrsta skipti sem stjórnmálamennirnir okkar þú veist bregðist öllu grundvallatrausti. En þessi styrkir eru vegna þess að áður voru við með kerfi þar sem menn bara ráku hérna neðanjarðarhagkerfi og það að ætla núna að sjá eitthvað réttlæti í því að þú veist að flokkur fólksins verði sko krafin nánast í þrot eða hafi ekki fé til að reka starfsemi sem að raunverulega er greitt vegna þess að við viðurkennum ákveðið hlutur stjórnmálaflokka. Fólk má alveg spyrja sig hvort að það sé endilega það sem við viljum. Við hljótum að vilja að kerfið sé betra og ég bara þekki þetta úr allri spillingarumræði. Það er alltaf lögð svo mikil áhersla á það að vera reiður en það verður að vera eitthvað rými til að laga hluti. Ég verður þetta ekki einn sem er rosalega reiður yfir þessu. En allir má samt koma með þessi rök og þú sérna, ég man einhvern tímann þá var ég að, mér fannst Hafnatorg ekki falleg bygging og þá svaraði einhver og sendi mér mynd af bílaplannu sem hafi verið þarna og sagði hvað viltu hafa þetta í staðinn? Það er ekki alltaf þannig. Þú getur hort á ástandið eins og það var. Nei, ég get líka komið með valkosturinn sé bara að hafa það eins og það er eða eins og það var. Nei, en ég er ekki að segja að valkosturinn eigi að vera sá að þetta sé eins og þetta er. Ég er að segja núna eigum við að geta gert eitthvað til að laga þetta kerfi. Ég meina það eru stórkostlegir gallar í þessu kerfi. Til dæmis það að þeir fá þetta fé og það er sagt þetta til að viðhalda einhvers konar lýðræðislega umræðu, starfsemi og bla bla bla. Staðreyndin er svo að þeir nota þetta í kosningabaráttu. Það er staðreyndin. Og sérstaklega við náttúrulega Flokk fólksins sem eiginlega hefur bara safnað í kosningasjóði. Ok, það má alveg spyrja sig hvort að það sé hlutverk þessa sjóða. Hvort það sé ekki eðlilegt að félagar og flokkar safni með gjöldum, með meðlimagjöldum fyrir sinni kosningabaráttu. Vegna þess að stjórnmálaflokkarnir hafa það allir í hendi sér að gera samkomulag það hvað verður eitt í kosningabaráttuna. Þeir vilja það ekki. Þeir gera það aldrei. Heldur setja þeir alltaf bara eitthvað mark, eitthvað alveg fáránlega hátt. Það er líka hægt að ákveða að eingöngu hluti af þessu geti farið í kosningabaráttu og þá er náttúrulega mjög auðvelt að taka þann hluta og segja að þetta er eitthvað sem allir flokkar eiga rétt á. Sko, þarna breyttum við smá í jákvæða átt myndi ég segja að það nú á að koma fram hverju var eitt í kosningabaráttu. Þannig að þetta er allavega að það liggur orðið fyrir hvað flokkarnir nota peningan í áður og meðan neðanhagkerfi var þá lág hvorki fyrir hvaðan peningarnir komu né hvernig þeir verður notaðir. Ég meina Flokkur fólksins getur sagt að við eitthvað bröllu í kosningabaráttu og það er ekkert gert í því. Það getur alveg sagt og það var, ég held að hafi verið alveg takmarkaður vilji hjá flokkunum sjálfum til þess að setja allar mjög þröngar skorður en gagnsæiskröfurnar þær komu og voru uppfylltar að einhverju leyti. Eftirlitið ekki og mér finnst, og ég verð að fá að klára það út af því að þetta með að Ríkisendurskoðun hefur ekki tök á að fylgjast neitt sérstaklega með þessu og hefur örugglega ekki fengið neitt til þess að gera það aukalega. Hún reyndar gerir miklar athugasemdir þegar hún fær reikningana og það er töluverð vinna að koma reikningunum í gegnum Ríkisendurskoðun. Þau eru með það sem sá svona hálfu starfshlutfalli í einhverjum. Við vorum með svona þann síð að það eru svona fundir og svona þá gengur baukur og svo er það uppgjör á því og það var endalaust eitthvað svona vangaveltur og það er náttúrulega fræðilegu möguleiki einhver hafi komið inn og látið sko 1
1.000.000 í baukinn. Nei, það gerðist nú ekki, þetta var nú mest svona 100 kallar, eitthvað svona. En það var svona, ég reynsla því að koma reikningum í gegnum Ríkisendurskoðun, þannig það endalausar svona fyrirspurnir. Það er hitt og annað af fyrirspurnum, en sem sagt, eins og með þessar skráningar, það þarf að vera eftirlit með þessu öllu saman og leiðbeiningaskylda væri góð líka fyrir fólk sem að standa í þessu og reyna að gera sitt besta. Ég ætla bara að fá að klára sko. Ég er ekki hérna til að verja óbreytta stöðu. Ég er ekki hérna til að segja að þetta sé fullkomið. Ég er að segja, þú veist, núna verðum við að, þú veist, ræða hvernig við lögum þetta og göngum lengra. Þú veist, ekki taka undir einhverjar hugmyndir að fara aftur í hittkerfið. Það er ekki þannig. Sjálfstæðisflokkurinn vilji vegna þess að hann til þess að hafa aðgengi að miklum þykkum kistum þeirra sem hann þjónar. Þessi umræða, hún náttúrulega þjónar þeim tilgangi fyrst og fremst að gera það mjög tortryggilegt að skattfé sé notað í stjórnmálastarfsemi og að eðlilegra sé að menn gangi með bauk eða fái penning beint frá fyrirtækjum. Og það er allavega mjög hættulegt og ég var líka í svona vinnu út í Finnlandi þar sem að Finnarnir höfðu tekið saman hvaða flokkar fengju mesta styrki frá einkaaðilum og það var náttúrulega bara algjörlega sláandi að það voru þessir hefðbundnu hægri flokkar sem fengu bara alla fyrirtækistyrkina. Þau eru að vinna fyrir fyrirtækin? Já. En ég meina, en stjórnmálaflokkar allir eiga að vera vinna fyrir lýðræðið. Og ef að það eru þá bara þeir flokkar sem vinna fyrir lýðræði fyrirtækja sem fá pening, þá verður þetta nú pínuskakt. Sko, ég var svolítið þegar ég var að skoða þetta, þá voru ákvæði með minnir að finna þessu líka með eitthvað svona á Danirnir eitthvað svona hvert þetta fer. En það er langt skýrast í Þýskalandi. Og ég var svolítið hrifinn af þessu að því að ég hef áhyggjur af veiku stjórnmálaumhverfi á Íslandi og að flokkarnir séu bara allt of veikir. Þeir hafa ekki raunverulega þrek til svona hugmyndilegra endurnýjunar og það sé bara eiginlega vandamál í samfélaginu að við erum að burðast með löngu úreltar hugmyndir hérna og talandi eitthvað sem bara nálgast ekki sko raunveruleika fólks. Þannig að ég myndi vilja að féð yrði sett inn með einhverjum svona kvöðum að það yrði til raunverulegra svona hugmyndalegra lýðræðislegrar umræðu flokkarnir hafðu mjög það bara gæti bara vel gerst. Þín hreyfing hafði mjög gott af því á sínum tíma að halda út í þjóðviljanum þar sem að þú getur ekki halda út í þjóðviljanum nema að tala við svona 200 manns á ári. Ég minni nú á Smuguna líka. Já, Smuguna. Það sem er bara mjög hollt fyrir flokka að vera í slíkum tengslum við samfélagi sem að fjölmiðlun er. En eins og kerfið er núna að þá upplifi ég að stór hluti af þessu peningum fer í það að kaupa sko risaplakkut af forystunni og setja það á strætóskýli eða í fjölmiðla með eitthvað traust eða einhverju þvælu sko. Þess vegna væri mjög upplagt að nota þetta tækifæri sem núna hefur komið með þessum vanköntum öllum til þess að setja kröfur, ræða hvernig við viljum hafa þetta í raun þannig að það verði þannig að það styrkir lýðræðið en veiki það ekki frekar heldur en að fara að rausa endalaust það hvort að sé að setja Ingu Sæland á hausinn út af því hún var ekki í réttri skúffu hjá Ríkisendurskoðun og bara út af því hún var ekki í réttri skúffu en ekki út af því hvernig hún notaði peningana. Menn segja bara að af því þeir voru ekki í réttri skúffu þá hefur hún raunverulega stólið þeim. En þá skulum við frekar ræða það, hvað var það sem að var gert svona óskaplega rangt hjá flokki fólksins miðað við hvernig lögin eru? Ef það er eitthvað, ef aðeins taka upp hanska fyrir ef einhver er reiður, þá vitum við það sem að gerir almenning pirraðan er að þeir sem að setja lögin telja sig ekki þurfa að beygja sig undir þau, öfugt við það sem er ætlast til af okkur hinnum. Við eigum að beygja okkur undir lögin, en þegar það snýr að ráðherranum, að þá þarf hann ekki að fara að lögunum og það bara vill svo til að til þess að fá hann að styrk, að þá þarf það að uppfylla skilyrðalagana og eitt af skilyrðunum er að skrá félagið í rétta skúffu, þó svo að við vitum að í þeirri skúffu er engar meiri kvaðir heldur en hinni skúffunni. Þannig að það er engin eðlisbreyting á flokki fólksins hvort hann sem skráður sem stjórnmálasamtök gagnvart samskiptum við ríkisvaldið eða upplýsingaskyldu eða nokkuð skapan hlut því það er engar sérstaklega ákvæði aukalega stjórnmálasamtökin
Heldur en almenn félög. Já, ég kannski fæði að segja að ég ætla ekki að gera upp neinum reiði, ég bara að segja það eðlilegt að finna reiði núna og það getur verið gaman að hneykslast á öðru fólki. Þetta mjög klassískt að fólk verið reitt yfir þessu, eitt skal yfir alla ganga. Og ég meina algjörlega. Sko það náttúrulega eðlisbreyting á því að vera stjórnmálahreyfing eða félagasamtök vegna þess að það að vera stjórnmálahreyfing á að veita þér aðgang að þessum styrkjum. Og ég ætla ekki að segja að þetta skipti engu máli. Ég bara reyna að segja að vinnum út úr þessu en komumst ekki að þeirri niðurstöðu að við þurfum að fara aftur í gamla kerfið. En þú veist það allir Þór, ef að þú kæmir og það skilda að skila fæðingarvottorði sem ég hef aldrei skilið þegar hvort maður sanna að maður fæðist og ég var að afgreiða þig að þá verður þú hvergi hjá henni ríkinu þar sem sagt, heyrðu, já, þú var nú glemt fæðinga en við sleppum nú því. Það ekki gert þannig. Nei. Þú bara, ég sendi þið aftur og þú þarft að finna þetta fæðingarvottorð. Ég hitti mann daginn sem búinn að sækja með ríkisborgararétt, stólp í íslensku samfélagi. Hann staldraði við á flotta sínum í Írak í 1 ár og hann getur ekki, vegna þess að hann var ekki skráður íbúið þar, hann getur ekki skaffað sakavottorð frá Írak. Hann getur ekki á ríkisborgararétt. Þannig hann sendur tilbaka, en Inga Sæland, nei. Það við að horfa í gegnum fingur og koma það. Já, hún fær nú ekki peningana núna. Nei, já, og ég auðvitað ekki að biðja fólk að horfa í gegnum fingur. Ég bara, það eina sem ég að reyna að segja bara, við skulum reyna að verja það að stíga skref fram á við. Þú óttast að þetta sé kert áfram að Sjálfstæðisflokknum sem ætlar að eyðileggja kerfið. Það náttúrulega sést. Ég bara hef séð hvernig það spilar út. Ég bara séð hvernig þessi stjórnmál algjörs vonleysis virkar. Ég meina, vandinn sem við erum alltaf að eiga við núna það að það svo langt síðan að stjórnmál á Íslandi tóku að sér að vera einhvers konar stórt verkefni fram á við og þetta ekkert eitthvað sérstaklega stórt verkefni en við erum bara á þeim stað að það er bara kapplaup á botnin. Það bara það sem ég óttast. En varandi ef ég má aðeins bara fá að tjá mig þetta mál sem þú nefnir, ég meina það líka hluti af því að geta aldrei farið fram á við og gert hluti betur eða sýnt meiri mannúð eða byggt inn meiri mannúð í kerfið að auðvitað vita það allir og það búið að segja það milljónsinnum að þú getur ekkert bara hlaupið eftir einhverju sakavottur í Íran. Ég meina það bara meiri þetta mál fyrir mig ef ég þarf að fá staðfestinga á því að hafa ekki brotið að mér í Tékklandi og ég meina Tékkland alveg fungerandi land. Þannig að það vita allir þetta, þannig að mannúð og fræðslu skylda aðstoð, það eitthvað sem að ríkisvaldið þarf að taka upp og það virðist hafa brugðist hér og ég ekki að segja það að ég bara laga það hér en ekki annars þar. Þannig að ég skil alveg og þetta gjörsamlega óþolandi. Ég vann í stuttan tíma sem pólitískur starfsmaður hjá Alþingi og ég meina það sláandi munur á þeirri fagmennsku sem sýnd annars hjá þinginu og hins vegar hjá stjórnmálaflokkunum. En kannski líka ástæðan fyrir þessu svo að lærdómur hrunsins var að við þurftum meiri faglegheit, sterkari stofnanir, öflugri löggjöf, meira eftirlit, skýrari leikreglur. En við ákveðum að fara bara, inn í einhverjar hugmyndir að það þyrfti bara kollvarpa öllu og rífa allt niður og byggja upp á nýtt. Ég bara að segja, núna tækifæri og mér það má refsa flokki fólksins með hvaða hætti sem og það fólk má fólk getur líka farið í að heimta það að Sjálfstæðisflokkurinn endurgreiði eða Píratar, það fínt, það bara allt í lagi, en það tekur okkur ekki neitt. Við þurfum í alvörunni að skoða, ef ég má segja, Transparency lagði á sínum tíma fram hugmyndir sem gætu styrkt kerfið og ég tók með mér umsögn sem var skrifuð að því að átti að fara aftur þetta skrif. Það hefur beinlega verið lagt fram frumvarp alveg nokkur sinnum það að afnema þessa styrki eða ekki afnema algjörlega heldur gera það algjörlega tilgangslösa til þess að flokkar verði aftur háður því að sækja fé í vasa auðmanna. Og við reyndum að benda á að það væru aðra leiðir. Ein þeirra væri að setja skýrmörk hvað telst heimilega kostnaður gagnvart þessum ríkisstyrkjum. Vegna þess að þú getur eytt þessu í kaffi og þú getur keypt hús og þú getur haldið fund. Það eru ekki raunverulega neina kvaðir. Gera kröfu birtingu allra reikninga en ekki bara ársreikninga. Það geti verið eitt. Setja lágmarkskvaðir starfsemi og þjónustu. Kvaðir, ekki tilmæli, ekki, að til þess að fá þessi styrki þá verður að vera með þetta og þú ert að vera með ákveðna starfsemi og það er ákveðin þekking sem þú þarft að ætlaðir að hafa. En þessar kvaðir hafa aukist alveg. Já. Hverjir eru þær? Hverjir eru kvaðirnar sem að fylgja? Kvaðirnar,
allir segir þú getur keypt þér hús, þú þarft ekki að sýna alla reikninga, en ársreikningurinn, það eru allir reikningar á bakvið, eru það. En það er ekki kvaðir í hvað þú eyðir peningunum. Ég að tala bara einfallega að birta alla reikninga. Það gæti verið eitt. En þú varst núna meira það, þú varst hvaðir það í hvað þú ert líka í hvað peningarnir eiga að fara. Það að setja hvaðir, meðal annars segja, þetta er ekki kosningasjóður. Þetta er sjóður fyrir ykkur til að reka eitthvað lýðræðislega hlutverk sem er ekki kosningar. Ég held raunar það myndi koma flestum flokkum til góða, kannski ekki þeim allra ríkustu, að þessar hvaðir væru, að það væri ekki hægt að nota svona óheyrilega mikinn pening í kosningabaráttu. Og eins og ég segi, hægt að býta upp með því að hafa raun enga starfsemi, en safna bara peningunum upp í kosningu. Eins og ég segi, þetta var ekki eitthvað sem við sögðum að ætti að vera. Við vorum að reyna að mæla gegn frumvarpið sem var að fara öfuga átt, þannig að við böndum á. Skrúa fyrir að ríkisstyrkir séu notaðir í kosningasjóði með því að aðgreina stjórnmálastarfsemi, þingmann og kosningar í aðskilda verkþætti. Þetta er kerfið sem ég vann undir þegar ég vann í breskum stjórnmálum. Það er algjör aðskilar, svo kom það mitt í ljós, eins og alltaf í öllum stjórnmálum, að menn misnotuðu peningana. Og þá voru sett harkalegri lög, en það voru líka massívar afsagnir út af því máli. Öflug viðurlög og viðbragð við uppiðið grunur misnotkun. Vegna þess að það var komið upp mál á Íslandi þar sem að flokkar hafa fengið peningana og eftirlitsleysi hefur verið svo mikið að þeir hafa bara farið að fara á HM í Brasilíu, Þannig að ég veit að nú er ég farin að virka eins og alveg sérstakur varnarmaður kerfisins, en það er raunverulega þannig að þessi stjórnmál sem segja okkur að það sé aldrei hægt að laga neitt, þau eru vandinn. Hvað er stjórnmálur það sem að segja að aldrei setja að laga neitt? Að það sé bara ekkert að gera í húsnæðismálum, að því að þetta bara, sé ofviða verkefni og þetta verður bara að vera á markaðinum. Að það sé bara ekki að fjárfesta í borgarlínu, því að það sé bara allt og dýrt. Að það sé ekki að taka að sér eitthvað stór markmið, það sé bara populismi að vilja eitthvað stóra velferð. Þetta er bara vonleysi stjórnmál. Já, en aftur að flokkunum, það er náttúrulega ekki alveg þannig að þeir nota náttúrulega ekki alla peningana í kosningabaráttu og þeir þurfa að gera aðra hluti líka, eins og til dæmis þá þurfa þeir að halda landsfundi, það er aðeins misjafnt hvað þeir hafa að gera og það er alveg þó nokkuð mikið prósjekt og mikið í kringum það að gera þar samþykktur og það er mjög mikil svona lýðræðisleg umræða og mikil undirbúningur og þetta er svona einn af stóru póstunum í grasrótastarfi og mér finnst ég var bara mjög ánægð með þessi lög, ég verður bara að segja það. Mér fannst þið bara ansi góð. Þú samtir þau? Ég réði þið nú alls ekki nærri því öllu. En þarna kom líka annað fram, að eins og með styrkina, að það var, minni mig styrkir sem það þurfti að gefa upp alla styrki frá lögaðilum sem var nýjung líka, mjög góð að mínum mati. Ég var afskaplega moldin af því og mér fannst bara mjög margt gott í þessum lögum þótt ég segi sjálf frá. Ég hefði haft þau aðeins öðruvísi, ég hefði verið alveg ein en við náðum ágættri sátt á alveg bara 170 fundum eða eitthvað. Þetta var alveg þungt að náða þessu fram og mjög margt sem að var líka bara svona erfitt að finna út úr hvernig þetta gera og í leiðinni þá vorum við að huga að kröfum sem eru gerðar á stjórnmálaflokkana sem að varða persónuvernd ekki síst og það voru svona utanaðkomandi kröfur sem voru bara rosalega stórar og miklar og það var að hvernig við mættum nota samfélagsmiðla í kosningabaráttu og þetta með markhópa og allt þetta var bæði flókið og erfitt. En ég held að sé þannig að með því að skrá félagið sem stjórnmálasamtök að þá hefur raunverulega víðari rétt hvernig þú umgengst félagsskrána heldur en ef þú værir bara almennt félag. Þannig að það er ekki þannig að þessu meiri kvaðir á stjórnmála. Ég held að væri nú bara alveg sömu hvaðir á hvorum staðnum sem þú værir. Stjórnmálaskoðanir eru náttúrulega viðkvæma persónuupplýsingar. Ég held að þær séu alveg, þær eru viðamiklar hvaðirnar á stjórnmálasamtök og við vorum vikum saman að skrifa svör til persónuverndar eftir hverja kosningar og ekki bara kosningar heldur í, við erum náttúrulega með líka svona forvöl og fólk er að bjóða sig fram í, það eru á 30 félaga inn í þessu þannig að þetta auðvitað hellingspeningur sem fer líka í grasrótastarf. Ég myndi ekki segja að það séu margir flokkar sem komast upp með það að geyma allan peningin fram á kosningabaráttu. Já, má ég reynda að skjóta inn í það að það er auðvitað þannig að þú getur ekki rekið stjórnmálaflokk mjög lengi án fólks. Nei. Og það sést ágætlega á þeim flokkum sem að
komast ekki á þing. Ég skal setja sósíalista fyrir utan svega vegna þess að sósíalistar eru að koma af öðrum stað. En það eru 2 flokkar sem að þurrkuðust út og þar voru þeir bara ekki búin að vera góði við sína grassrót. Og það er ástæðan. Nei, en það var allavega til grassrót í mínum flokki. Sem eldri flokkarnir, maður sér það á yngri flokkunum að því ég hef skoðað reikninga að það var til dæmis eins og það er bara þannig að líklega er flokkur fólksins sá flokkur sem að hefur helst geymt peningana til þess að í kosningasjóð. Það hefur verið svona minnst starfsemi en ekki haldið landsfundi og það eru með vöfflukaffi á sunnudum en það er engin svona merkjaleg mikil starfsemi á meðan að kannski eldri flokkarnir eru með svona... Sjálfstæðisflokkurinn hoppaði hann ekki fyrir ykkur landsfundi líka? Jú, en er ekki eins... En þeir eru stórir þegar þeir eru. Já, en það hefur ekki verið haldið landsfundur í flokki fólksins sem að ég man ekki hvað er ekki síðan. Var það ekki 6 ár? Jú, það er orðið mjög langt síðan, og ég get alveg sagt, flokkur fólksins getur gert ansi margt til að laga í raun og veru svona grassrótar hlutan. Ég skoða líka hlutfall ríkisstyrkjanna og svo framlag félagsmanna og það var miklu lægra í nýju flokkunum, Pírötum, flokki fólksins, heldur en í svona flokkur sem að byggja á svona eldri félagshildum. Eðlilega bara. Það er reyndar til mjög merkileg rannsókn, hún er orðin held ég 15-20 ára gömul sem heitir fjölmennustu flokkar í heimi og fjallar íslenska flokkakerfið. Og bendir á þetta, því að það er mjög óvenjulegt þetta í íslenska flokkakerfinu að fara ekki fram á nein meðlimagjöld. Þetta er mjög óeðlilegt ástand og Það er bara þannig að þá er fullt af fólki sem skráir sig bara í alla flokkana. Þannig að þetta er bara falsaða tölur í rauninni og maður hefur oft séð það líka og ég hefði nú alveg viljað að... Það er það sem rannsóknin fjallar Já. En þú ert líklega að tala að það sé óeðlilegt að vera með félag þar sem að félagarnir leggja raunverulega ekki einu sinni til árgjald. Það sé eðlilega að þetta sé félagskapur þeirra sem er í félaginu? Auðvitað verður bara félagin að fá að ákveða hvernig það hafi þetta. En þú veist, ég er samt að benda á það. Ég meina, í öllum þeim löndum sem ég hef ég verið í einhverjum flokki og alltaf þurft að greiða eitthvað. Ég man, og ég þekki náttúrulega breska kerfi best, ég man þar til dæmis að þar var félagsgjald fyrir þá sem að í mínu flokk, sem voru félagsstundin demókratar, þar var félagsgjald, lágmarksfélagsgjaldi var 1 pund á ári og svo var hvatning til að gefa eitthvað meira, en það var alltaf þessi formfesta að þú þurftir að vera einhvers konar félagi. Ég veit líka að hvort það var í Auð í Noregi, ég man ekki nákvæmlega hvað þar var það til dæmis þannig að það var svona tiltölulega, það var félagsgjald, en ef þú af einhverjum ástæðum taldir að ef þú vildi fá að vera meðlimur en gast ekki borga þá gastu sótt þá, það var sjóður sem greiddi það fyrir þig, sjóður sem við hinn greiddum, þú veist, þú gast greitt 2 félagsgjöld og hann fór bara í sjóð og svo var það úthlutað, þú veist, og þetta snýst aðalega þessa formfestu, en þú veist, það eru auðvitað bara flokkana ákveða þetta, en þú veist, afleiðingin af því að vera ekki með neitt sem að gerir það að formlegu hver er félagsmaður og hver er bara svona í kringum þetta er svo að þú ert með oft risavaxna e-mail lista sem að meiri hlutum vill ekki vera á þú ert með fullt af meðlimum sem að vilja skipta sér að þegar það á að taka ákvarðanir en ekki taka starfinu það þekkja allir, þetta er ein afleiðingin. Þannig að þú veist, ástæðan fyrir ég nefni þetta er bara þú veist að hluta til ástæðan fyrir að við erum alltaf í svona miklu vandræðum með stjórnmálinu okkar er að við vorum bara mjög lengi að taka við okkur að fara úr bara mjög svona frumstæðu umhverfi og við erum bara ennþá ásóldi frumstæðum stað, sko. Já, en sennilega erum við samt á leiðinni rétt átt. Ég held það allavega að einhverju leyti og það verður gaman að sjá hvernig spilast út úr þessu og mér finnst þessi fjölmiðlaumræða eins og hún er búin að vera einhvern veginn að teikna engu sæland upp eins og einhvern ógurlega glæpa konu sem stingur af með penninga með skattfé borgarana út af því og eingöngu nefnt þessi skúfa hjá Ríkisendurskoðun.
sko tvöföld ófrægingarherferð, annars vegar gegn Ingu Sæland sem kannski Mogginn lítur hugsanlega á sem veikasta hlekkin í þessari ríkisstjórn og getur bara djöflast á fyrir það og fyrir að svíkja öll kosningaloforðin og maður hugsa bara þvílíkt skaðræði þessi kona þegar maður les þetta allt saman. Og svo hitt að þá þetta líka ófrægingarherferð sem að bara skattpenningar til stjórnmálasamtaka, það fé sem hendir á glæ og ætti bara alls ekki að vera. Það andstæða við það og við heyrum það núna. Ég meina það það sem þessi herferð að segja. Þá þú og aðri framkvæmdastjórar flokkarna bara settir inn í herbergi og þið eiginlega bara semja það hvernig þið ætla að hafa það. Þannig vanalega ekki lög sett á Íslandi. Þannig ef við ætlum að setja lögum vinnumarkaðinn, að bara verkalýðsfélögin myndu setjast niður og semja sjálf lögin, það ekki alveg þannig. Nei, þú kannski vilja hafa samtök atvinnulífsins með í þessari nefnd eða eitthvað svoleiðis. Það svona þessi sjálftaka sem svolítið í kringum þetta. Þetta var ekki sjálftaka og ég bara algjörlega ósammála þessu og það sem að framkvæmdastjórar flokkana voru að út frá sínu hversdagslífi að reyna bara að benda á hvað það var sem að flokkarnir verða að eiga við í sinni starfsemi og tryggja utanum þetta einhverja formfestu og umgjörð. Svo opnaðist gat að Sjálfstæðisflokkur var til viðræðu þetta vegna þess að hann kom bara á hnjánum út úr hruninu, hann var bara í fjárhagslegum stórkostlegum vandræðum og hefur tekið gríðalegt fé núna. Núna vantar hann þetta ekki lengur. Nei, nú selst hann lóðina og á hellingapeningum og þá vill hann fara að endurskoða það hvort að allavega og við sjáum bara þessi frumvörp sem að flokkurinn hefur lagt fram eða flokksmenn í Sjálfstæðisflokknum hafa lagt fram að afleggja styrki til stjórnmálaflokka og besta leiðin til þess að gera þá bara eins tortryggilega og hægt áður en síðan menn slá til. Þannig að mér finnst þetta vera tvöföld ófrægingarherferð og mér finnst þetta vera ekkert mjög lýðræðislegt. Þið myndu vilja grípa tækifærið hins vegar og hafa umræðu það hvernig við ætlum að hafa hátt að þessum styrkjum og þú ert á því að það kannski að fylgja einhverja kvaðir hvað peningandi fara? Já, einhverja kvaðir hvað peningandi fara í bara ofur eðlilegt. Og kvaðir og skilningur á því vegna þess að styrkir eru viðurkenning á því að flokkandi fari með eitthvað hlutverki okkar lýðræðiskerfi, þá hlýtur að fylgja því einhvers konar skilningur að því hvað það hlutverk og hvað þekkingu og kunnáttu og getu þau þurfa að hafa innandýra til þess að hafa það. Og það mættu fjalla og mín vegna og mjög gjarnan fleiri heldur framkvæmdastjóra flokkana. Það er bara mjög gott. Ég á svolítið erfitt með að, ég veit alveg hvað Mogginn að spá og bla bla bla, en máli að, við erum engu betur, ok, nú komið í ljós að vandinn stærri heldur flokkur fólksins, og þá þurfum við að velja á það að þýða að allir séu ómögulegir eða á það kannski að þýða að við höfum ekki náða að fylgja þessu kerfi nógu vel eftir. Ég meina, ég finn enga tilhlökkun í því að geta sagt að Sjálfstæðisflokkurinn hafi líka brotið þessi lög. Það verri staða, við erum í verri stöðu heldur en þegar það var bara eitt flokkur. En hins vegar getum við gert eitthvað í því. Herru, gaman að fá ykkur hingað til þess að tala þetta hitamál. Þið talið þetta sem meira hitamál heldur ég orðið var við. Þessi hiti í fjölmiðlum það ekki bara Mogginn eiginlega? Jú, svona mest megnis. Það kannski ofsagt þetta sé hitamál í fjölmiðlum. Reyndar þá var Ríkisútvarpið var nú með heilmikla úttekt í hádeginu að Inga Sæland þyrfti að skila þessu styrkjum og færi trúlega hausinn haft eftir stjórnsýslufræðingi. Já, ég hef áhyggjur af þessu máli, ég skal alveg viðurkenna það, þannig að þetta er mikið hitamál fyrir mig. Ég held að þetta sé bóla og verði ekki rosalega stórt mál en ég er náttúrulega skúrkur í málinu. Björg Eva og Atli Þór, kærar þakkir fyrir að koma. En við ætlum að vera hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.